Jæja, Sindri, gleðilega hátíð. Já, takk fyrir það. Það réttadagur í Þverárrétt. Já. Þetta er stór stund í sveitinni. Þetta er alltaf stór stund Þetta er alltaf okkur stór stund. einasta ári. Það kemur hérna saman, þetta er náttúrulega fólk úr sveitinni, er mikið að gestum á svona dögum? Já, alltaf þó nokkuð að gestum. Það myndi nú kannski vera meira ef við værum með réttin á sunnudegi, en það hefur verið reglan alltaf að vera á mánudegi. Við höfum aðeins byrjað að rétta á sunnudeginum þegar við höfum komið niður. Við réttuðum aðeins í gær. Og það var stundu verið mikið fólk á sunnudeginum, það var ekkert margt í gær, það var ógeðslegt veður. Já, það spilar alltaf inn í. Það spilar inn í. Allar góðar hátíðir á Íslandi. En sem betur fer kemur svolítið að fólki því að það er mjög mikilvægt að menn fái aðstoð við að draga og margar hendur, þá tekur þetta svona skemmri tíma. Já, og líka sko, það er ennþá, allavega í Borgarfirðinum er það ennþá þannig að börn fá réttafrí, þó það sé ekki til kannski mikið annars en að koma og borða kekskökur og drekka svala. Já. Þá er það samt, þetta er ákveðin svona hefð og þetta er ákveðin menntun í þessu. Það er mjög mikilvægt og þó að það sé kannski ekki alveg frí í skólunum, en þá fá allir sem vilja, fá leyfi til þess að vera réttnar. Ég hef nú haldið að svona, þú veist, í þessum sveitaskólum ætti bara ekki að vera kennt þennan dag þegar all réttin er á hverju svæði, en það er vist ekki þannig, það er fleiri en bara börn úr sveitinni. Já, það er fleira í aðalnámskrá heldur en þetta. En við erum í Þverárrétt. Þetta er svolítið stór rétt. Þú veist að segja mér að þetta er nú bara með stærri réttum á landinu. Það er svona tæplega 10.000 vetrarfóðrar kindur á afréttarsvæðinu. Og það er þá meðaltali 1,8 lömb eða eitthvað svoleiðis sem bætist við það. Þannig að þetta gæti alveg verið svona 20 til 25.000 í góðu ári sem að koma í þessa rétt. Þannig að það er svona með því mesta sem að gengur og gerist, sko. En það er þetta margra klukkutíma réttarhald, sko. Akkurat. Það getur tekið alveg frá 7 á morgnana til 4 á daginn ef þetta er gert svona í einu rykk, sko. Já. En hvernig er við, svona fyrir þá sem er ekki aldir upp í 300 eða svona meiri 100 eða eitthvað? Já. Hvernig er vikan svona, þessi réttarvika? Hvernig fer þetta fram? Við leggjum á stað fyrir helgi, lögðum á stað, þetta eru 3 afréttarsvæði. Túnamenn fóru fyrstir á 50 og svo fara þverhlíðingar á föstudegi og hvítsýðingar einnig. Og þá er smalað á laugardegi og sunnudegi og komið niður á sunnudeginum. Og þá mætast þessar 3 sveitir með allt safnið sitt hér. Stálstúnamenn og þverhlíðingar fara fyrst saman alveg upp á Þverádalum og svo koma hvítsýðingarnir niður Kjarrárdal. Þannig að það er svo allt saman rekið saman í réttina hér og svo eru einhverjir 30 dilkar og sem allir eru nýttir og menn sortera þetta bara og reka svo eða keyra heim. Það er mjög margir sem keyra en það eru kannski helmingurinn sem rekur svo heim í lok réttadagsins. Já. Og hér fer fram þetta er svona karnevalhátíð Íslendinga. Hér er þessu fagnað og svo er svo ekki alltaf eitthvað húllumhæ kringum þetta? Það er reyndar, er aðeins mismunandi eftir réttum, en þetta hefur nú verið þannig hér að það hefur ekki verið mikið gleði, ekki verið mikið söngur og ekki verið neitt réttaball. Það eru mörg ár síðan að það var lagt af, 20 ár eða meira síðan það var lagt af. En vissulega er þetta mikill mannfögnuður meðan þetta fer fram, sko. Já, og það er auðvitað, það þarf ekki að spyrja, þeir eru ekki alltaf búið upp á kjötsúpu í lok réttadags? Það er aðeins mismunandi bara eftir bæjum, en jú, það er mjög gjarnan þannig. Það er mjög gjarnan þannig. Eitthvað viðeigandi við það. Já. Gott veður í dag, þannig aðeins farið að rigna núna. Já, það er aðeins farið að rigna núna. Það er fattandi að horfa yfir. Þetta er eitthvað sem við þurfum að varðveita, við þurfum að halda áfram að klárlega. Að láta fólk koma og upplifa þetta snar íslenska fyrirbæri, fjárrétt. Nákvæmlega. Bara takk fyrir að fara með okkur í gegnum þetta og gangið þið vel. Takk sömuleiðis. Já, þetta er gleðilega hátíð. Já, takk fyrir. Þú stendur í Ströngu á réttadegi. Já. Enda fjallkóngur. Jú. Fjallkóngur í leitum Stafastúna. Hvert er hlutverk kóngana? Er það bara að vera kóngurinn?
Nei, það þarf náttúrulega einhver að taka að sér að skipuleggja leitina, raða mönnum niður hvar þeir fara og reyna að hafa yfirsýn yfir það hvar menn eru staddir ef það gerir vont veður og stýra leitinni. Já. Og þetta er svæðinu skipt í þetta eru 3 svæði? Þetta eru 3 svæði sem eru leituð hér til Þverárréttar. Það er Holtavörðuheiðin sem Stafholtstungur smala og svo er það upp á Tvítægru þverhliðingum og Kjarárdalur þar sem Hvítsýðingar eru. Já. Þetta endar allt hér. Hvernig lítur þetta út í ár? Hvernig finnst þér féð vera að koma af fjalli? Það er voða misjafnt, en það er náttúrulega ekki alveg að marka það. Það er svo niður rignt núna. Við fengum miklar rigningar og vond veður helgina. Þannig að það er svona bældar og erfiðar átt að sjá því. Já, þetta er búið að vera sérstakt sumar, það er búið að vera mjög bjart og þurrt. Er það einhver áhrif? Gæti verið að hafa verið of þurrt. Það vantaði vatn í læki og spurning hvort það hefur verið erfitt fyrir féð að ná í vatn. Já. Allavega var óvenju mikið stök lömb sem að leitamenn komu að og ærnar farnar frá þeim. Þannig að sem bendir til þess að það hafi verið komin einhver óróleiki í þær. Já, já. Og þetta sem sagt, er allt féð að koma hérna í dag eða þið eftir að fara aftur eitthvað? Við eigum eftir að fara aftur næstu og þar næstu helgi, aðra á 3. leit. Það er viðbúið að það verði svona eitthvað dálítið meira en vanalega í annarri leit núna. Vegna bara veðurs, þá varð eitthvað eftir. Já. Hvernig er þetta ennþá, eru menn ennþá á hestbökum eða hvaða tækni er notuð við svona leitir í dag? Flest allir fara ríðandi nema efstu menn í Snjófjöll þeir ganga. Og tæknin er talstöðarnar og mesta tæknibylting sem við höfum upplifað. Og eru bráðnauðsynlegar. Menn er ekkert farnir að nota dróna eða eitthvað svoleiðis? Nei, það er ekki byrjað. Það er ákveðin svæði hjá okkur sem getur verið tækifæri í því til að spara mönnum að labba efst í fjöllin. Já. Annars þarf bara að vera þétt skipað af mannskap á þessum svæðum. Drónar myndu kannski gera takmarkagagn í fyrstu leit, það var einna helst í eftirleitum. Já. Þá getur verið mjög mikið hærrið að því að hafa þá. En þetta mun halda áfram að vera fjölskyldustund, það sem stórfjölskyldan kemur og hjálpast það? Já. Og réttardagurinn er hátíðisdagur sem þau bænda. Já, þetta er svona karníval eitthvað, okkar Íslendingar. Já. Þetta er stór skemmtilegt. Þetta er gaman að sjá, það er blíðskapa veður sem þið fáið hérna allavega í dag. Í dag núna. Svona rignir inn á milli, aðeins til að kæla menn. Ég sé að þú ert búin að brenna einhverjum kaloríum í dag. Aðeins. Já, það var mjög ánægilegt að sjá sólina núna eftir þessa helgi. Við erum búin að sjá allar aðrar tegundir af veðri. Já. Og svo verður velunað með kjötsúpu í kvöldi, það ekki? Jú, eða hangikjöt reyndar núna, það er breytt út af vannanum. Já. Það er snar íslenskt líka. Já. Þeir eru þakkaði fyrir og bara, ég ætla ekki að trufla þig frá störfum. Allt í fína, það er gaman að spjalla við þig.